Trier elsta borg Þýskalands og eins og athyglisverðasta. Íbúar borgarinnar eru 100.000 og starfa þeir flestir við ýmsar þjónustugreinar. Enda þó Trier hafa orðið fyrir ýmsum skakkaföllum í gegnum tíðina, í kjölfar innrása óvin veittra herja, hefur tekist að varðveita þar mjög merkilega minjar. Það er fyrst og fremst einu manni að þakka, Poppo, sem var erkibiskup í Trier frá 1016 til 47. Hann barðist einarlega fyrir varðveislu gamalla húsa og annarra minja. Hann hefur líklegast verið með fyrstu húsfriðunarmönnum sögunar. Trier hefur verið kölluð rómversk borg enda var hún það í langan tíma. Hinar rómversku minjar hafa varðveist ótrúlega vel og í Trier er mikið af gömlum fallegum húsum sem ánægilegt er að skoða. Á þessu líkani af Trier frá 1800 sést að miðborgin hefur lítið sem ekkert breyst þrátt fyrir loftárásir. Gömlu húsin hafa verið endurbyggð nákvæmlega eins. Dómkirkjan í Trier var byggð úr tveimur öðrum kirkjum sem reistar voru 326 og 380. Árið 1030 var kirkjan fullbyggð en lítillega hefur verið byggt við hana frá þeim tíma. Kirkjan skemmtist í eldi 1717 og var endurbyggð. Dómkirkjan í Trier er mikil völundarsmíð og hún er fagurlega skreytt. Ekki er hægt annað en að dást að færni kirkjusmiðana sem aðeins höfðu yfir frumstæðum verkfærum að ráða. Miðja Trier er Markaðstorgið og hefur það verið aðaltorg borgarinnar frá árinu 958. Á torginu var brunnur, þar sem nú er gosbrunnur. Gosbrunnurinn, sem er sérlega fallegur, var byggður 1559 og er hann tilengaður Pétri Postula. Sigurður Björnsson, viðskiptafræðingur, stundaði nám við háskólann í Trier. Þá lék hann knattspyrnu með einu Trierliðana. Það er mjög mikið líf á Markaðstorginu. Þar koma menn og taka daginn snemma og bjóða blóm, ferska ávexti, grænmeti og þar er mikið líf og þar er hægt að sjá hinn upprunalega eða orginala sem var notað í íslensku Trierbúa. Og talandi um þetta Markaðstorga, það breytist í svolítið skemmtilegt torg í nóvembermánuði, í enda nóvember og út allan desember, að þar er settur upp jólamarkaður eins og gerist í flestum borgum Þýskalands, þar sem eru settur upp litli sölubásar og fólk getur keypt jólaskraut og litla gjafir og svo að sjálfsögðu fengið sér jólaglögg og vín og pilsur og annað slíkt. Í miðborgin eru verslanir og vöruhús sem hafa á boðstólum allt sem hugurinn girnist. Á Markaðstorginu selja bændur og handverksmenn varning sinn. Markaðstorgið hefur lítið sem ekkert breyst í aldanna rás. Þar má fá grænmeti, ávexti, blóm, vín, verkfæri og ýmsan varning til heimilishalds. Verslanir koma og fara, þar sem í fyrra var bókabúðar nú komið í glerugnaverslun. Markaðstorgið er hins vegar fasti punkturinn í tilveru borgarbúa. Þar er stöðuleikinn í heimi hraða og streitu.
Trier kannski á þýska vísu bóndabær, þó að þetta sé svona svipari stærð þarna íbúafjöldi og Reykjavík. Það er engin iðnaður þarna í kring. Fólk lifir á ferðaþjónustu, fólk lifir á vínrækt og landbúnaði og það er svona kannski ekki þessi stórborgarabragur yfir Trier. Miðbærinn er frekar þéttur og þetta er frekar lítill og vinalegur bær á þýska vísu. Og samfara því finnst mér fólkið vera mjög opið og vinalegt. Ekki kannski eins og menn vilja oft halda fram með Þjóðverja þeir séu frekar stífir og standi svona fastir á sínu. Trier var fyrsti staðurinn norðan Alpafjalla sem stóð undir nafninu Bær. Trier var til 1300 árum á undan Róm. Þegar Ágústus var keisari, stofnuðu Rómverjar Augusta Treverorum, síðar nefnt Trier. Í lok 3. aldar var Trier höfuðborg vesturveldis Rómverja og þar var einnig aðsetur keisarans. Þekktasta einkenni Trier er borgarhliðið Porta Nigra eða svarta hliðið. Þetta hlið sem er 30 metrar á hæð og 36 metrar á breidd byggðu Rómverjar fyrir það bil 2000 árum. Þetta er stærsta og veglegasta borgarhlið sem varðveist hefur frá dögum Rómverja. Talið er að Rómverjar hafi komið til Mósel árið 58 fyrir Krist. Fólk hefur hins vegar búið á Trier-svæðinu í 5000 ár. En hvers vegna ákvað Gaius Julius Caesar að setja af stað með hersveitir sínar þar sem nú er Trier? Mér hefur verið tjáð að loftslagið hafi hentað Rómverjum vel. Trier liggur í dal og það er mikill loftraki og þetta svipaði til þess veðurfars sem þeir voru vanir á Ítalíu. Og ég held að það hafi ráðið svona heilmiklu að þeir kunnu betur við sig þar en ella annars staðar. Rétt fyrir utan Trier eru þessar rústir af rómversku hringleikahúsi. Þarna voru haldnar leiksýningar, menn og dýr börðust upp á líf og dauða. Þetta hringleikahús rúmaði 30.000 áhorfendur. Hringleikahúsið er elsta byggingin frá dögum Rómverja en það var byggt árið 100. Allstaðar þar sem Rómverja settu stað byggðu þeir vegleg baðhús. Heimsókn í baðhúsin var hálfgerð helgiathöfn. Fyrst var farið í gufubað, svo í kalda laug og þá í aðra laug með volgu vatni. Í baðhúsinu voru málin rædd og teknar afdrifaríkar ákvarðanir. Baðhúsið í Trier var byggt árið 150. Á Þjóðminjasafninu í Trier, Landesmuseum, eru varðveittar merkilegar höggmyndir úr baðhúsinu. Til að afla sér vinsælda gáfu keisararnir þegnum sínum einhverja veglega gjöf. Konstantín byggði þetta glæsilega baðhús með stórri sundlaug handa íbúum Trier. Keisarabaðið var mikil völundarsmíð, því miður tókst aldrei að ljúka verkinu. Keisarabaðið var síðan notað sem dómshús og virki. Þessi veglega bygging, Konstantín Basilíkan, var byggð árið 310 og þar átti að krýna Konstantín keisara. Byggingin var skreytt með gulli og marmara og gólfið sem var úr marmara var upphitað. Konstantín Basilíka er nú kirkja mótmælenda. Þessi brú sem kölluð er Rómarbrúin liggur yfir Móselána. Fyrst byggðu Rómverjar trébrú yfir fljótið en svo þessa veglegu brú árið 100 og þá var trégólf í henni. Brúarstólparnir eru hinn mesta snilldarsmíð. Brúin hefur nokkrum sinnum verið endurbyggð 1777, 1931 og 1957. Í Trier hafa varðveist fjöldi muna frá dögum Rómverja, svo sem styttur og mósaíkmyndir. Margar af þessum fögru mósaíkmyndum voru gólfskreytingar. Þetta eru fögur listaverk sem hafa varðveist ótrúlega vel. Hvergi í Þýskalandi eru til sýnis eins merkir og margir munir frá dögum Rómverja og í fornminjasafninu Trier Landesmuseum.
Allir þeir sem heimsækja Tríer ættu ekki að láta hjá líða að skoða þessa merku muni sem safnið hýsir. Fyrir nokkurum árum stóð til að byggja bílageymslu í miðborg Tríer. Þegar farið var að grafa fyrir grunninum var komið niður á rómverskar rústir. Breyta var skipulaginu og byggja bílageymsluna annar staðar. Enn er verið að rannsaka þessar minjar og þegar því verður lokið verður almenningi gefinn kostur á að skoða þær. Mér finnst að íbúar í Tríer séu svolítið stoltir af því að hafa haft Rómverjana þarna og þarna hafi verið höfuðstaður Rómverja á sínum tíma. Og það sýnir sig best að þeir leggja mikið upp úr því að viðhalda þeim rómversku menjum sem til eru og leggja mikið upp úr því að varðveita þau og náttúrulega lifa á því að þetta er jú ferðamannabær. Ekki er búið að fullkanna þau svæði í Tríer þar sem talið er að minjar frá dögum Rómverja leynist. Fornleifafræðingar eru sammála að enn líki merkar minjar aldar í jörðu. Vínið hefur svipaða þýðingu fyrir bæjarbúa í Tríer og fiskurinn fyrir íslenskt sjávarþorp. Vínviður hefur verið ræktaður í Móseldalum frá því á dögum Rómverja. Í kvæði eftir rómverska skáldið Antóníus er meðal annars fjallað vínviðinn sem vex allstaðar í klettum, á sólböðum hæðum, í skriðum og dölum. Margir telja að Móselvínin sé með bestu hvítvínum sem framleidd er í Evrópu. Þau eru frískandi, létt, af sumum þeirra er milt kryddbragð. Schnäpsen ist dabei, Trainer, Läschel. Það verður heilmikið líf í tuskunum þegar farið að tína berin. Þarna þá úrir og grúir af farandverkamönnum. Það kemur mikið af pólverum til að tína og hjálpa til við uppskeruna. Og þá fyllist þarna mikið af farandverkamönnum eins og ég sagði og þá verður líf í tuskunum. Og það eru ákveðnar hefðir í kringum þetta, mjög fastmótað. Það er fjölskyldur sem eru kannski eiga rætur sína rekja til Tríer, þeir koma þarna yfir þennan tíma. Þetta er kannski eins og svipað að fólk fer hér í Reykjavík út á landi í heyskap eða jafnvel á fiskveiðar eða slíkt, á dorg. En það spilast mjög mikið í kringum þetta, til dæmis fyrsta uppskeran af víninu sem er kallað múst, þar sem að vínið er ekki orðið vel þroskað. Það er líkast til djús á bragðið og ekki orðið glært. Og þá eru bakaðar ákveðnar laukkökur og þetta er boðið upp á þetta í krám. Þannig að það er ákveðnar hefðir sem viðhaldast alltaf þessari vínrækt og það er í kringum þessar árstíðir og þegar þetta kemur til standa þá verður svona á lifnar yfir mönnum. Hlíðarnar í Móseldalum eru mjög brattar, alltaf 350 metra háar. Þær snúa í suður og suðvestur og sólarljósið endurkastast af vatnsfletunum á vínagrana. Skilyrði til vínræktar eru því mjög góð í dalum. Jarðvegurinn er að mestu leir, sandur og flöguberg. Það er sérstök lykt af lirnum og flögubergi dregur til sín hita á daginn og rætur vínrunnana festast vel í sprungum í berginu. Frá þessu svæði koma mörg úrvalsvín og Rieslingvínin eru álitin í mjög háum gæðaflokki. Vínin eru nefnd eftir þrúgutegundunum. En þrátt fyrir mjög góð skilyrði til vínræktar í Móseldalum er það ekki sjálfgefið að uppskeran heppnist. Vínakranir eru með þeim nyrstu í heimi, ekki þarf nema næturfrost eina nótt eða nokkra daga rigningarkafla síðsumar til að eyðileggja uppskeru sumarsins. Vínrækt er því töluvert happdrætti, best eru Móselvínin eftir sólrík sumur þegar hæfileg úrkoma hefur verið að vori og fyrri hluta sumars.
Vínframleiðsla er mikilvægasta atvinnugreinin í Mósuldalum og hefur svo verið frá dögum Rómverja. Ýmsar minjar sýna það og sanna. Þessi stytta sem er frá árinu 250 er af skipi og sýnir vínflutninga á Móselánni. Arnold Johan Thul er vínbóndi. Fjölskylda hans hefur stundað vínrækt í 7 kynslóðir. Hjónin og dóttir þeirra, sem kosin var víndrottning þorpsins 1992, hafa mikið yndi af starfinu. Annars er ekki hægt að framleiða góð vín, segir Jóhann, sem fengið mörg vegleg verðlaun fyrir vínin sín. Og eitt er víst að fátt er meira rækt á þessu heimili en vín og vínarækt. Eins og aðri bændur hefur Jóhann mikla ánægju að tala framleiðslu sína. Hann talar vínin sín af ást og umhyggju. Wir haben ja hier einen ganz charakteristischen Moselwein auch im Glas und ich glaube, bestechend ist die fruchtige Nase, diese Feingliedrigkeit, diese Tiefe in der Nase und ja, ich glaube, wir sollten zusammen mal probieren und da können wir sicher noch eine ganze Menge erkennen. Unser Riesling zeichnet sich durch eine besonders schöne Frucht mit einer sehr schönen Fruchtsäure aus. Er ist sehr leicht, sehr elegant. Aber es gibt Weinkenner, die bezeichnen ihn als Schmetterlinge des Bacchus, also ein ganz flüchtiger, leichter, eleganter Wein, der ganz, ganz viele Feinheiten preisgibt und der so individuell sein kann, dass man einfach zurückschmecken kann, wo er gewachsen ist, an welchem Hang, in welchem Berg, in welchem Jahr, dass es für den Weinkenner also ein Spaß ist, sich mit dem Wein zu befassen. Der Moselwein ist nicht nur in jungen Jahren recht gut zu trinken. Sehr viel Moselwein wird sehr jung und aus purem Jux und Spaß getrunken. Der Moselwein eignet sich auch sehr gut zum Aufheben, weil er diese herzhafte, fruchtige Säure hat und in besonders guten Jahren auch überwiegend die Weinsäure. Der Wein hat auch interessanterweise noch einen Anteil an Apfelsäure, aber das ist nur eine chemische Bezeichnung. Aber der Moselwein eignet sich auch gut zum sehr lange Lagern. Und was wir hier im Glas haben, ist ja jetzt ein Eiswein und der ist also prädestiniert zum lange Lagern. Und ein Freund von mir hat dann einmal probiert und er sagte, okay, abgemacht, in 50 Jahren treffen wir uns wieder. Also der Moselwein hat ein ganz breites Spektrum und er kann so wie dieser recht lieblich, sprich süß sein, aber wir haben ja auch schon probiert vorhin, er kann auch trocken sein. Und es kommt einfach darauf an, als Weinfreund zu dem richtigen Winzer hinzukommen, der kann dann die Feinheiten alle noch näher bringen. Ja, ich glaube, das wäre eigentlich so ein ganz kleiner Abriss, dass man zum Wohl. Lífæð Móselhéraðs vitaskuld áin Mósel. Móseláin á upptök sín í Vogasafjöllunum í Frakklandi. Alls áin 545 km að lengd
og rennur í gegnum Frakkland og myndar landamæri Luxemburgar og Þýskalands. Hún sameinast Rínarfljóti við Kóblens í Þýskalandi. Móselláin hefur verið ein mikilvægasta samgönguæð í Evrópu frá örófi alda. Á dögum Rómverja drógu þrælar skip upp ána og enn má sjá slóðina eftir þá á bökkum Mósel. Furstanir í Tríer tóku digra tolla af þeim sem ferðuðust á ánni og enn er Mósel þýðingarmikil samgönguæð. Jú, það má segja að það sé á tvennan hátt sem að Mósel þjóni þessu héraði. Það eru myndist á samgöngunar, það eru fljótaprammar sem að flytja bæði varning og efni, byggingarefni, sand og annað slíkt og kol, þó það sé nú að minnka. Það hefur nú verið veitt upp á Mósel og boðið upp á Mósel síld og annað slíkt og að menn séu nú ekkert allt og kannski gengkeftu fyrir þeirri vöru. En síðan er það í sambandi við vínræktina er það að í hlíðum Móseldals að það eru steinar sem eru þessu sérstöku steinar sem eru notaðir við ræktunina sem að safna í sig hita og halda til dæmis þegar koma heitir dagar að þá endurgefa þeir jurtunum hitann yfir næturnar. Og þessa steina er að finna í botni Mósel. Þannig að hún virkar, það er ekki bara það að hún rennir þarna í gegn, heldur er hún mikilvægur þáttur í vínræktinni sem undirstaðan í ræktinni. Kaupmennirnir í Tríer voru vel efnum búnir. Þeir byggðu vegleg hús og ekkert var til sparað við gerð þeirra. Já, það er hreint augnayndi að skoða gömlu húsin í miðborginni. Það hús sem flestir skoða var byggt árið 1727. Þar fæddist frægasti sonur Tríerborgar árið 1818 í maímánuði, Karl Marx. Það má kannski segja að það sé kaldhæðni sögunar að skammt frá fæðingarstað Karls Marx er nú leikfangasafn. Þar eru til sýnis gömul leikföng. Þetta er skemmtilegt safn sem gaman er að skoða. Þegar búið er að versla og skoða söfn og rómverskar minjar er tilvalið fyrir fjölskylduna að heimsækja leikfangasafnið. Börnin hafa ómælda ánægju af því að skoða þessi gömlu leikföng og við sem eldri erum verðum heldur ekki fyrir vonbrigðum því þarna getum við skoðað gömlu leikföngin okkar. Tríer er landamannaborg og margar orrustur hafa því verið háðar borgina. Tíma var hún undir stjórn Frakka. Þessi fallega höll var byggð á 17. öld. Þarna bjó kjörfustinn þegar hann heimsótti Tríer og þarna bjuggu biskuparnir. Þessi rokókohöll var myndskreytt að myndhöggvaranum Ferdinand Tietz. Þrátt fyrir allar árásir á borgina sjást þess engin merki á höllinni. En var Tríer fyrir miklum skakkaföllum í seinni heimsstyrjöldinni? Tríer slapp, eftir því sem ég best veit, tiltölulega vel í fyrri heimsstyrjöld, en í seinni heimsstyrjöldinni
má segja að þeir hafi framan af sloppið við skemmdir, en síðan gerist það að á seinni hluta seinni heimsstyrjaldarinnar þá er gert 1944 eða 45 gríðarlega mikið loftárás á Tríer, og menn töldust að það hefur verið varpað þannig 80 stórum sprengjum á borgina, og þar sem að þetta er frekar þéttur kjarni og byggðin frekar þétt, að þá fór hún frekar illa á þeirri loftárás, og það var svona þetta voru ekki miklir bardagar þarna í kringu þessa borg, en þessi eina loftárás er talin hafa eyðilagt ansi mikið í borgin, og það má til dæmis sjá á Dómkirkjunni á viðgerðum og öðru slíku. Ótrúleg vinna hefur verið lögð í skreytingar húsanna í miðborg Tríer. Húsaskreiting var sérstök iðngrein á árum áður, raunar margar iðngreinar eins og útskurður, gyllingar, afsteypu og litunarmeistarar. Í minjasafni Tríerborgar eru til sýnis minjar aðalega frá 16., 17. og 18. öld. Flestir eru þessir munir frá klaustrum og kirkjum. Tríer er kaþólskur bær og það tíðkaðist því að skreyta húsin með trúarlegum táknum og helgimyndum. Hér sjáum við heilaga Helenu. Þessi helgimynd var gerð árið 1483. Heilug Helena var móðir Konstantíns keisara. Á gamalsaldri fór hún til landsins helga og byggði þar kirkjur og stofnaði klaustur. Tríer er í senn sveitabær og nútímaborg. Þar er hægt að sjá og kynnast 2000 ára sögu Evrópu. Ef þú, áhorfandi góður, átt eftir að heimsækja þessa elstu borg Þýskalands, skaltu ekki flýta þér. Gefðu þér góðan tíma og þú verður ekki fyrir vonbrigðum.